Já, Jói, 7-3 tap hérna á Kaplakrika, bara svona fyrstu viðbrögð eftir, já, kannski svona skrítin leik einhvern veginn. Já, þetta var skrítinn leikur, það gekk margt upp vel hjá okkur í fyrri hálfleik sem við ætluðum að gera eins og tók leikmaður yfir og vildi hann sett þrennu á einhverjum 5 mínútum eða eitthvað og við réðum ekkert við hana og hún einhvern veginn var bara stjórnlaus á vellinum og þær bara því miður inn á lyktina og við erum aðeins svo litlar í okkur og þegar að þetta öfluga fólkið finnur blóðbragð þá fara þeir bara inn og slátra og það gerði það svo sannarlega í dag. Ég var að koma á klefanum frá mjög sáru og niðurbrotnu liði sem er mjög erfitt að sætta sig við þetta því að við lítum stærra á okkur og við þurfum að breyta einhverju, það er alveg á hreinu. Talar að þetta hafi gengið vel svona framan hvað var leikplanið komandi inn í leikinn? Já, við þurftum náttúrulega að vita hvernig leikur þetta yrði á þessum aðstæðum í dag, þá er þetta mikill transísjón leikur og við vissum að þær skvett honum mjög aggressívt inn fyrir og erum með margar hlaupara og taka sénsa og þannig að við ætlum að reyna að koma í veg fyrir það og nota plássið sem myndi myndast aftarlega hjá þeim á móti. Þetta var svona alveg að ganga og frábært 2 mörk og 2-0 en þetta er frábært lið að fá og það er mjög erfitt ef þetta, það refsa með rosalegum gæðum í þessum, þær voru okkur mjög erfiðar, Hermannsdætur og Rögnuló, það voru svo brjálæðingar og við réðum illa við þær, þannig að þær sneru leiknum og leikplanið var búið að ganga fínt fram að því þó að hefði bankað á vissu við það, þetta er bara þannig lið. Þið eru búin að vera verjast vel framan á sumri, búin að fá okkur 9 mörk fram að þessum leik, næst minnst allra liða. Er eitthvað sérstakt sem fer úr skeiðsinn í dag eða er það bara eins og þú segir, þær eru illið ráðanlegar fram að við FH-liði? Já, við erum að spila við heillasta lið á landinu og það er sárt að horfa í það að fá okkur svona rosalega mörg mörk af því að við erum búin að vera mjög öflugar og ég bara tek fundi í þessari glórulaust löngu pásu í mótinu þar sem ég fer yfir tölfræði og við erum að skoða tölfræði saman og það er greinilega, ég hef ekki matrið það vel að sýna hvað við vorum öfluga varnarlega og hvað vantaði að bæta í sóknarlega því að það fór illa í dag og við höfum kannski sofið á verðinum, ég veit það ekki. Tilheyrir þessi langa pása hafi eitthvað farið illa í þinn hóp? Þetta mót er náttúrulega bara glórulaust og þetta fer illa í öllin. Núna erum við með deginum í dag 20 dagar og 5 leikir framundan. Það er náttúrulega frábærlega uppsett og er bara mjög vel til þess fallið að menn komið þokkalega heilir úr því. Þannig að ég held að pása ekkert fara illa í minn en ég held að það hafi ekki farið vel í marga heldur. Þetta er gott að stoppa svona og byrja svo aftur og taka einhver hraðmótin á milli. Ég skil þetta alltaf ekki, þetta er kannski eitthvað nýtt. Það hefur svona svolítið óstöðuleiki, einhvern veginn einkennt ykkur í sumar bæði á millileikja og inn í leikjum eins og segir, þið byrjið vel í dag og svo einhvern veginn hrinnur þetta. 6 leiki núna sem eru 3 töp, 2 sigrar, 1 jafntefli. Getur eitthvað sett fingurinn á hvað það er sem að veldur þessum óstöðuleika, er þetta óútskýrt? Þetta er ennþá óútskýrt, annars værum við líklega búin að skrúa fyrir þetta. Það gengur á okkar mati ágætlega að vinna á vellinum en dagstaglega en það er eitthvað að trufla okkur. Mögulega er ekki klassískt að segja hugarfarslegt. Svo segir, nú er svona þétt spilað, það er fram beint eftir helgi. Þið skorinu 3 mörk í þessu leik, þið hafa ekkert verið að skora neitt eitthvað rosalega mikið, þið hljótið að geta tekið það allavega með ykkur í þann leik. Alveg örugglega. Við bara höfum verið að reyna að vinna í því en það er erfitt að taka eitthvað út úr þessu þegar þú ert að fá að 7 mörk hinum megin þá skammast við inn og svo skoðum við bara aftur á æfingasvæðinu hvað við gerum í næsta leik.